Já, við ætlum að, hann Andri ætlar að koma til okkar og tala stafrænt Ísland, helstu áskoranir og hefur náðst nýtt jafnvægi. Þið sem ekki þekki Andra, þá hann framkvæmdastjóri Stafræns Íslands og leiðir þar stafræna umbreytingu ríkisins. Andri hefur starfað lengi í nýsköpun og tækniþróun og var meðal annars stofnandi Icelandic Startups, framkvæmdastjóri sprotafyrirtækisins Travelate og þróunarstjóri hjá LinkedIn í San Francisco. Andri með MBA-próf frá Stanford Háskóla og BSc í rafmagns- og tölvunarverkfræði frá HÍ. Andri mun geta svara spurningum á Slido, þannig ég hvet ykkur til þess að nýta tækifæri. Gjör svo vel, Andri. Takk fyrir kærlega og virkilega gaman að sjá ykkur. Ég tek undir með Eddu, það alveg geggjað að vera hérna og sjá þessi andlið í sal. Það orðið alveg frekar þreytt að vera að tala við sitja einn í herbergja, annað í fundarherbergja heima hjá sér og tala við ykkur og við fólk á skjánum þó að það hafi sína kosti. En mér reyndar að berast skilaboð frá kollega mínum. Hún segir hérna í Guðs bænum færðu þennan spritbrús af púltinu þegar þú fer að tala. Ég svona sem lágvaxinn maður ætla bara að byrja á því. Væntanlega hefur skyggt á einhvern. En þetta var rosalega góð spurning þegar ég fekk þessa spurningu, hvað jafnvægi? Og þess að velta þessu fyrir okkur. Erum við búin að ná jafnvægi, áskoranirnar og allt það? En hvar þessi jafnvægispunktur? Og þegar ég fór að velta þess fyrir mér, þá eiginlega komst ég að þeirri niðurstöðu að nei, við höfum ekki náð jafnvægi og sennilega náum við aldrei jafnvægi. Og af hverju það? Vegna þess að jafnvægispunkturinn, hann alltaf að færast. Og ef við horfum bara síðustu 2 ár, að þá hefur jafnvægispunkturinn, þegar kemur til dæmis að stafrænni þróun og væntingum okkar til stafrænna lausna, hann hefur færst alveg svakalega mikið. Þannig að við erum ennþá að elta hann og við erum stöðugt að elta hann. Þannig að það sem okkur kannski fannst jafnvægi fyrir 2 árum, að það kannski langt frá því að vera jafnvægi sem við erum vön í dag. Og bara svona eitt dæmi þetta svona úr mínu starfi, stafræn sakavottorð. Það var þannig fyrir 2 árum, þegar COVID byrjaði, að það 1000 manns á mánuði sem að sækja sér sakavottorð til sýslumann, 1000 manns. Þannig að það var þannig fyrir 1,5 ári síðan að þú þurftir að fara í biðröð, oft á tíðum, mæta til sýslumanna í persónu, standa þar stundum í röð, borga 2500 krónur, tala við starfsmaðurinn prentar út sakavottorðið, tekur upp stimpilinn, stimplar það, afhendir þér og síðan tekur þú þetta heim og í langflestum tilvikum þá skannar þetta sennilega með símanuðinum og sendir þetta síðan til vinnuveitanda eða annað sem þarf sakavottorðið. Og okkur, ég sé hérna nú gaman, maður sér svona einhvern brosa, þetta sér maður ekki í stafræna heiminum. En þetta finnst okkur þannig að við sögðum, við ætlum að breyta þessu. Nýja jafnvægi verður þá, þú sækir bara þetta stafrænt og við gerðum það. Og við gerðum þetta þannig, nú það þannig að hver sem getur í dag sótt stafrænt sakavottorð. Þú ferð inn á island.is, fyllir út umsóknina og mjög einfalt og þægilegt og þú ættir að borga reyndar en það önnur umræða sem pólitíkusnir þurfa að taka. En þú klárar þetta. Svo færðu bara sent í pósthólfið þitt á island.is, PDF-skjal með rafrænu innsigli, frábært, þú getur sent þetta beint á vinnuveitanda. Við segjum bara, já flott, þetta bara fínt jafnvægi fyrir okkur, frábær þjónusta og auðvitað gríðarleg framför frá því sem að það var áður. En svo fannst mér svo áhugavert að það var einn kollegi minn. Hún átti 17 ára gamlan son fyrir það. Hann var að sækja vinnu, fyrsta sinn, og þurfti að sækja sér þetta sakavottorð. Og hann hafði ekki hugmynd hvernig ferli var áður. Það að segja, hún ákvað svona meðvitað að segja honum ekkert hvernig það var. Það bara, nú var það orðið stafrænt og hún sagði, herri, já, þú fer bara hérna á island.is og sækir þér sakavottorðið. Nú, hann gerði það ekkert vandamál, en hún spyr hann, já, segðu mér svo, hún er mjög forvitin og vinnur með mér í þessum málum og segir, og var þetta ekki bara rosa flott, hvernig gekk að sækja sakavottorðið? 17 ára strákur bara, mamma, þetta var ógeðslega lengi. Þetta var bara, ég þurfti að bíða ógeðslega lengi eftir þessu sakavottorði. Og hún bara, býtu, var þetta ekki stafrænt? Jú, ég þurfti að bíða í 3 mínútur eftir þetta kom í pósthólfið. Og þá hugsa maður, þarna komin kynslóð sem við held ég þekkjum öll, sem hugsa, nei, það ekki nóg að fá þetta bara stafrænt, ég vil fá þetta samstundis.
og þannig að við þurfum að fara að bæta úr þessu og reyna að gera þetta samstundis. En svo hugsa maður líka, það jafnvægið, ok, að ég fara og sækja að fá þetta samstundis. En maður getur farið ennþá lengra og hugsað, en byrju, af hverju þarf ég yfir hugað að sækja sakavottorð? Það kannski nýja jafnvægið? Af hverju þetta ekki bara þannig að þegar ég sæki vinnu hjá vinnuveitanda og hann þarf að sjá sakavottorðið mitt, að ég haki box í umsókninni og þar alveg leyfi ég viðkomandi að sækja sjálfur sakavottorðið hjá sýslumönnum, þannig ég þurfi alltaf að sækja það og afhenda það síðan sjálfur. Þannig þarna enn eitt jafnvægi sem við getum fundið og svona dæmi það að þessi jafnvægispunktur, hann svolítið að hreyfast til. Þannig þarna eitt dæmi, en ég ætla að segja ykkur aðeins frá Stafrænu Íslandi og svona þessu jafnvægi sem við erum að reyna að ná. Og ég byrja alltaf á þessu, að við hjá Stafrænu Íslandi erum að einfalda líf fólks með því að bæta stafræna þjónustu hins opinbera. Og það mjög einfalt. Með þessu spörum við tíma, við spörum pening. Það og ég segja bara beint út að það mikil sóun í kerfinu, ótrúlega mikið það að starfsmenn hins opinbera séu að taka handvirkt upplýsingar úr einu kerfi, jafnvel senda það á milli stofnana og svo starfsfólk að pikka það inn á öðrum stað. En það ótrúlega mikið þetta. Og þetta hefur líka jákvæð umhverfisáhrif. Það ótrúlega marga bílferðir sem við spöruðum bara með þessum einu sakavottorðum. Hugsið ykkur, núna 80% sem sækja, það reyndar þá 200 manns á mánuði sem fara til sýslumanna og sækja þetta, en það 80% sem að sækja þetta og sleppa þannig við að keyra á höfuðborgarsvæðinu yfir í Kópavoginn, spara þannig kolefnisfótspor og tíma. En þetta ástæðan fyrir því að við erum að vinna vinnuna okkar. Og við höfum sett okkur stefnu í þessum málum og við höfum reynt að hafa hana einfalda. Stafræna stefna snýst 4 meginstoðir, það í fyrsta lagi aukin samkeppnishæfni. Þá erum við að horfa á atvinnulífið og hvernig við getum aukið samkeppnishæfni Íslands í heild sinni. Við erum að horfa á betri opinbera þjónustu og það má segja að það sé sú meginstoð sem við höfum verið að fókusa hvað mest á núna, svona fyrst sinn. Við þurfum að sjálfsögðu að byggja þetta á öruggum innviðum og síðast en ekki síst þurfum við að búa til nútímalegt starfsumhverfi eins og var rætt áðan hjá bönkunum. Að við þurfum að búa til sambærilegt umhverfi fyrir starfsfólk hins opinbera svo að það geti veitt þjónustuna á góðan hátt. Og við höfum akkurat verið að færa okkur í þessa átt og það hefur gengið ágætlega og bara svona sem dæmi, við erum að horfa svolítið á nótuna með hugsun sem ég talaði hérna á eftir, að bara á það bil einu ári þá hefur við farið frá 89.000 heimsóknum á Ísland.is sem svona miðlæg þjónustugátt, þar sem að fólk getur nálgast allar upplýsingar þjónustu hins opinbera. Og við höfum farið upp í 450.000, svona ég segi jafnvægið svona 300.000, en síðan kom ferðagjöfin og Íslendingar voru allir á síðustu stundu, þannig að þarna í september og kúfurinn þarna 100.000 manns síðasta daginn í september. Þannig að það svona fórum við aðeins út fyrir jafnvægið. En við erum þó komin á þann stað að það það bil nánast, má segja að allir Íslendingar séu að nýta sér þjónustuna í hverju mánuði. En þá þetta spurning, hefur náðst jafnvægi? Og ég ætla aðeins að tala það hvar við höfum kannski ekki náð jafnvæginu. Og við höfum lagt mikla áherslu á þessa notendamiðuðu nálgun. Vegna þess að ef ég spyr ykkur, hversu margir hérna inni hafa reynt það á eigin skinni að hafa lent í biðröð hjá opinberri stofnun, orðið pirraðir, þreyttir á því hvað hlutirnir taka langan tíma eða þekkja eitthvað sem hefur lent í sambærilegri stöðu. Það bil allir. Og ég held að við eigum nánast öll okkar sögur af þessum svona sögum, svona hálfgerðum litlum hryllingssögum úr daglega lífinu sem við höfum lent í. Auðvitað vill þetta enginn. Starfsfólk hins opinbera vill þetta ekki heldur. En það einhvern veginn kerfið hefur einhvern veginn æxlast þannig og á erfitt með að breyta sér og það þessi notendað með nálgun. Og bara dæmi þetta að ég heyrði svona sögu frá félaga mínu sem rekur lítið fyrirtæki og hann var að sækja endurnýjun á einhverju leyfi og ég ætla ekki að fara að nefna hvaða stofnun þetta var en ég svona sagt nokkur svona sögur þá fæ ég símtal frá forstjóra stofnunar eftir og skammir því ég segi hlutina beint út en þetta einfaldlega oft þannig að þú ert að sækja kannski leyfi, svo ert að fara á 5 staði. Þú ert að fara í þjóðskrá, hjá skattinn, samgöngustofu og kannski fleiri staði sýslumanna til þess að sækja hinn og þessi vottorð, sakavottorðin og fleira, safna þessu saman sjálfur eða sjálf og afhenda þetta annarkvæmt rafrænt eða á pappírsformi til
starfsmanns ríkisins. Þetta náttúrulega voðalega þægilegt fyrir starfsmanni sem fær þetta bara allt upp í hendurnar. En auðvitað á þetta að vera hinsegin. Þetta á að vera auðvelt fyrir notandann. Við þurfum að hugsa notandann fyrst. Þannig við erum að reyna smám saman að færa okkur yfir þetta, hugsa þessa notendamiðuðu nálgun, búa til lífsviðburði á borð við að eignast barn, að flytja, stofna fyrirtæki og svo framvegis, af því að oft á tíðum eru margar stofnanir sem snúa að hverju þessi ferli. Og bara svona til að tala aðeins það. Einhver sem veit hérna hver þessi formúla Þessi formúla, 165 + 69 eru saman sem 234, eru fjöldi ríkisaðila sem þið þurfa að sækja þjónustu til. Þetta eru stofnanir ríkisins og sveitarfélögin. Og það segir sér náttúrulega sjálft að maður getur orðið mjög ruglaður í rýminu, meira að ég sem vinn og hrærist í þessu get ekki munað allar þessar stofnanir, veit ekki hvert ég á að sækja þjónustuna og þess vegna verðum við að búa til þennan miðlæga vettvang til þess að hjálpa fólki að sækja þjónustu. Og hérna annað dæmið, þetta svona skjáskot af öllum mismunandi innri mínum síðum og reyndar bara brotaðum hjá opinbera. Og þarna sjáu þið alla mismunandi hönnuna, gömul kerfi, ný kerfi, þú ert að skrá inn sömu upplýsingar, hver og einn stofnun að spyrja símanúmer, netfang, heimilisfang og svo framvegis, að þetta alltaf meikar ekkert sens ef maður fara að sletta á ensku. En það líka fyrir stofnanirnar að við sjáum og væntingarnar okkar, við erum pirruð ef við fáum ekki góða þjónustu, væntingar samfélagsins eru mjög háar. Það mjög erfitt að vera lítil stofnun eða sveitarfélag út á landi, jafnvel stór stofnun og eiga að standast allar þessar erfiðu kröfur samfélagsins. Nútímalegt veðviðmót, aðgengiskröfur fyrir alla samfélagshópa, hýsingaröryggi, öryggiskröfur, netárásir, rauntímasvörun, upplýsingaöryggi, breytingar, hröðagóð þjónusta, svörun allan sólarhringinn. Það algjörlega ómögulegt ef við vinnum ekki saman að standast þessar kröfur. En stofnanirnar vilja standast þessar kröfur. Þannig að þetta svona ástæðan fyrir því að við erum að reyna að ná þessu jafnvægi og ég segi, við erum ekki alveg búin að ná því. En við erum að taka skref í áttina að betra jafnvægi. Og svona örstutt ætla ég að segja ykkur frá, ég ætla ekki að fara djúpt í þessi verkefni, svona stikla stóru nokkru verkefni sem við erum að vinna, ætla að ná jafnvægi. Fyrst ber að nefna stafræna umsóknir fæðingarorlofs sem nú er í lokaprófunum. Við erum að gera þetta jafn auðvelt og að sækja greiðslumati á bönkunum, þar sem þetta algjörlega sjálfvirkt frá A til Ö og vinnuveitandi nota rafræn skilríki til að samþykkja tímabil og fleira af þeim dúr. Þannig að hérna er eitt dæmi. Annað dæmi eru vefir stofnana, við sýslumenn eru núna komnir og við höfum unnið mikið átak með þeim og þar hefur verið lyft grettistaki hjá sýslumönnum að bæta úr þessum biðröðum sem voru hér á árum áður. Við erum að bjóða stofnunum að koma inn á Ísland.is með sinn vef. Nú, við erum sömuleiðis að vinna að rafrænu þinglýsingum, þetta er verkefni sem búið að vera mjög lengi í farvatninu en erum svona núna að ná virkilega stórum áföngum. Bara núna í þarsíðustu viku var fyrsta rafræna þinglýsingin, fór hún í gegn á veðskuldabréfi og það eru auðvitað mörg skref þarna eftir og innleiðing og hún tekur tíma og allt það en gríðarlega spennandi breytingar þarna sem við erum að ná árangri í. Og þessar tölur hérna eru dæmi aflýsingar sem svona, þegar í bankaheiminum þekkið þetta betur en við sem notum þetta sem notendur en þetta er svona einn hluti af þinglýsingarferlinu. Og svo erum við núna á næstu sennilega bara dögum eða vikum að kynna Ísland.is appið. Þannig að þú getur verið með ríkið í vasanum, hvar og hvenær sem er. Þannig að þú getur fengið þessi skilaboð frá stofnunum og ég sé náttúrulega fyrir mér svona svolítið útópískan heim þar sem að við erum með svona meira frammerkari þjónustur en ekki bara þannig að ég þurfa að vita hverja af þessum 234 aðilum ég þarf að sækja mig þjónustu, heldur ef ég á rétt á þjónustu, ef ég er að fara í fæðingarlof, ef ég var að missa vinnuna eða á rétt á okkur þjónustu, að það sé hreinlega að vita það. Heyrðu, samkvæmt okkur upplýsingum áttu von á barni. Vissir að þú átt rétt á þessum og þessum þessari þjónustu. Þannig að þetta býr til mjög flott tækifæri. En að lokum þá ætla ég að segja ykkur aðeins frá þessum áskorunum. Þetta er ekki auðvelt. Þessi verkefni sem sjáið hérna, þau hafa stund tekið lengri tíma heldur en við höfum óskað og svo framvegis. En stærstu áskoranirnar, þær eru auðvitað mannlegar. Í mínu starfi þá spurði, er þetta ekki flókið, er ekki rafrænar þinglýsingar flóknar og jú, þær eru alveg frekar tæknilega flóknar og það þarf að gera það mjög vel og þær megi ekki klika. En
mannlegi þátturinn miklu flóknari. Stundum þetta þannig eins og í því tilviki þá eru mismunandi ólíkar stofnanir sem þarf að fara saman, þær þarf að ná saman með atvinnulífinu og öðrum, þannig að við erum oft í því hlutverki bara að reyna að ná öllum aðilum saman að borðinu. Við finnum það líka að það auðvitað ákveðin hræðsla í tengslum við 4. iðnbyltinguna og við erum að breyta störfum. Það auðvitað þannig að starfsmenn sem eru allan daginn að færa inn upplýsingar á pappír sem bara frekar svona mikil handavinna, að störfin þeirra munu breytast og fólk hrætt við breytingar. Þannig að við þurfum svona að nálgast það eins og vera tala bara það opið og segja að það bara eins og hjá sýslumönnum að það þýðir ekki það að sé endilega verið að fækka fólki, heldur bara verið að breyta störfum. Það vantar síðan miklu meiri þjónustu, mannlega þjónustu í flókin mál eins og fjölskyldumál og fleiri og það eru ákveðin verkefni sem að fólkið miklu betra í að leysa heldur en tæknin. En þannig að stóra áskorundar eru mannlegar. Svo það líka planið, það svona alltaf áskorun, við erum að plana og þið vitið alveg hvernig það á að vera, það eru uppa og svo beinlína og svo endirinn, raunveruleikinn nú meira eitthvað í þess áttina. Og þetta oft áskorun. Þetta áskorun á ríkinu, við erum að vinna með opinbert fé og hvað gerist ef við förum yfir á áætlun og þurfum þá að stoppa verkefni, getum við klárað það. Það alls konar svona flækjur sem við þurfum að yfirstíga. Þannig að þið þekkið þetta öll, brosallir og þekkið þetta allur eigin raunni. Einhvern tímann svona fyrir 15-20 árum þegar ég byrjaði að forrita sjálfur og þá sagði yfirmaður minn þá sko, já, taktu allar tíma, ég kom á verkfræði og tölvunarfræði bakgrunni og hann sagði, já, svo eftir að tala við forritara, þá tekurðu bara áætlunina, tíma og kostnaðaráætlunina sem hann kemur með og margfaldar svona sirka með pí. Þá ertu sennilega komið nokkuð veginn á rétt ról. Og hvort sem að það rétt eða ekki, að þá vitum við öll að það þarf að plana þetta vel. Þannig þetta áskorun. En lykil þættir til árangurs, ef ég loka þessu, sem að ég held að hafi hjálpað okkur að ná ákveðnum árangri, það númer 1, umboð til athafna. Að þú fáir umboð til þess að athafna þig og skýrt umboð og það hefur við hjá Stafrænu Íslandi fengið, þetta mjög skýrt frá ríkisstjórninni. Að þú byggir til hæfni, svona lítið kjarnateymi þar sem að hæfnin að mestu leyti innan teymis. Það ekki að vera stórt teymi en að þú þurfir ekki að reiða þig á utanaðkomandi fólk eða aðstoð sem oft tekur lengri tíma. Þannig að þú byggir ákveðna kjarnahæfni innan teymisins, þannig að við erum með mjög lítið teymi en það þverfælegt og við erum með svona vísi að allri þekkingunni sem við þurfum innan teymisins. Og auðvitað það þannig að það kostar að framkvæma og fara í svona verkefni. Þannig að það þarf líka að þessu þarf að fylgja fjármagn. Stafræn umbreyting kostar, þetta ákveðin svona ég segi, þetta kúfur, það kostar að spara pening, það kostar að veita betri þjónustu, það kostar að spara tíma, en ef allt gengur vel hjá okkur þá mun þetta verða kúfur núna á einhverjum árum, en síðan munum við sjá árangurinn í tímasparnaði, í peningunum eftir því sem árin líður og við verðum miklu skilvirkari. Þannig að þetta svona það sem ég hef sagt að sé lykilatriði til þess að komast fram hjá þessum áskorunum í því umhverfi sem við lifum í dag. Takk fyrir mig. Takk fyrir kærlega, virkilega áhugaverður fyrirlestur og mikið af spurningum og kommentum komið inn á Slido og ég hvet ykkur til þess að fara þangað inn líka. Nú ætla ég að sjá hvort mér takist að hoppa hana yfir í Slidoið, annars ætla ég bara nei, það tekst ekki, þá tek ég þetta bara sjálf. Það eru nokkrar spurningar þarna og ein sem að mér finnst eiginlega verða að taka að það finnst að við getum fengið sakavottorðið okkar og mér skilst, ég lofa að þetta á ekki við mig, en þú þarft að borga ef að þú ert á sakaskrá en það frítt annars, það rétt? Nei, það ekki rétt. Nei, ok. Það alveg skýrt, það kostar alltaf 2500 krónur og ég búinn að kvarta yfir þessu sko. Það sérst, já, mikrofón. Já. Sakavottorðið kostar alltaf 2500 krónur og þetta að skilst mér skattur. Ég fyrst ef við gerðum þetta stafrænt og hugsaði að við getum ekki farið að rukka sama pening fyrir að gera þetta stafrænt og að fá þetta pappír. En þetta víst skattur, þannig að pólitíkin þarf að taka á þessu og ég hef bent á þetta og hvet pólitík sem að hlusta að taka þetta. Ég held að það sé alveg klárt mál að við eigum að lækka gjöldin fyrir stafræna þjónustu. En þá kemur nefnilega næstu spurningu og hún rafrænar kosningar. Hvernig ætlar ekkert að beita þér í því? Ég sá það ekki á planinu. Nei, það líka svona pólitísk spurning. Þannig að
Ég náttúrulega tæknilega sinnaður og ég held að það sé alveg ljóst. Ég meina við erum að nota Slido hérna og við höfum öll kosið rafrænt. Og hvort sem að það verður núna eftir 4 ár, 8 ár, 12 eða 20, ég veit ekki hvenær samfélagi nær sátt það. Við sjáum það náttúrulega líka í þessum kosningum sem eru núna og það eru vandamál með talningu og fleira. Kosningar eru þannig fyrirbæri að það þarf að vera sátt það. Það þarf að vera sátt framkvæmdina. Þannig að ég segi rafrænar kosningar verða veruleika, ég alveg 100% að það verður staðan. Eistland hefur verið í fararbroddi þarna þegar það kosið rafrænt til þing og alþingiskosninga í 16 ár og gengur mjög vel. Þannig að þetta klárlega hægt. Tæknin ekki fyrirstaða, það eru mörg flókin viðfangsefni og framkvæmd sem þarf að leysa. Ég held að sé klart mál að við getum leyst þau, en aðalatriðið að samfélagið sé sátt við það, að við kjósum sama rafrænt. Og ég hef svona lagt það til að það fari sniðugt að byrja bara með litlum skrefum, byrja í utankjörfundarkosningu, jafnvel COVID-kosningu, við sáum þess að sem sá fréttina, sá þessa regnhlífakosningu þarna sem að kom í fréttum. Þannig ég held að við ættum að byrja að taka einhver svoleiðis skref, þannig að sé einhver svona blöndu lausn til að byrja með og við varum mjög ánægð með að fá það verkefni í hendurnar frá ríkisstjórninni að taka upp stafrænar kosningar. Mjög ánægilegt að heyra það. En ég ætla ekki að sleppa alveg strax, það er svo mikið af áhugaverðum punktum og við höfum smá tíma, þó við erum aðeins að leika okkur með tímasetningar, en við höfum smá tíma. Hvernig forgangsraðið þið þessum verkefnum? Eins og þú sýndir bara þarna áðan að allir þessi mismunandi vefir sem þarf að fara inn á, 200 og eitthvað pluss stofnanir og bara verkefnin sem að koma upp í hausnum á mér voru óteljandi og maður veit að bara sjálfur í framþróun, stýri í framþróun og starfi í framþróun að þetta snýst alltaf um einhver forgangsröðun. Hvernig veljið þið, hvar þið byrjið? Það góð spurning og það getur oft verið mjög erfitt vegna þess að það eru svo rosalega margir hlutir sem maður vill breyta og maður fær þessar sögur alveg stöðugt og þannig að það getur verið mjög erfitt. En svona í sinni einföldustu mynd þá það yfirleitt þannig að það eru stofnanir, það besta frumkvæði komið frá stofnunum. Það rosalega erfitt fyrir okkur að fara og segja stofnun hvað hann á að gera, það ákveðið sjálfstæði, þannig að það mjög gott ef frumkvæði kemur frá stofnun og þær geta þá sótt hjá okkur á stafrænan hátt. Við síðan horfum bara í forgangsröðun okkar, við erum með svona þetta klassíska dæmi, við erum með nokkra mælikvarða, við röngum hlutina og eftir því hversu mikil áhrif þetta hefur, kostnaður og fleira þeim dúr. Við horfum langmest á það, allan á núna eins og staðan í dag, þessi stoð sem ég talaði í stefnunni, betri þjónustu við almenning. Þannig að við erum fyrst og fremst núna að forgangsraða verkefni sem hafa mikla snertingu við almenning. Þannig að það svona langsterkasta kríterían hjá okkur. Þannig að önnur verkefni eru aðeins að fara aðeins í backlogin hjá okkur en við erum svona forgangsraða þessum eins og fæðingarorlof, þinglýsingar og fleira þannig að því fleiri sem verkefni snertir því kannski ofar í forgangsröðinni kemur það vel til okkur. Mjög áhugavert. Og að lokum, kemur inn á Slido, hvernig metið þið ávinning af þeim verkefnum sem þið veljið? Það eru náttúrulega nokkrir þættir hvernig við metum árangurinn, ávinninginn. Ég nefndi það hérna áðan, það tími, það eru peningar og það eru umhverfisáhrif. Og þannig að þetta eru svona þessi 3 mælikvarðar sem við erum að horfa hvað mest á. Og þetta snýr alltaf betri þjónustu. Það erfitt núna, við erum kannski í svona þessum fyrsta fasa, þá erum við ekki ennþá farin að sjá árangurinn í tölum eða slíkt hvað var það sparnaðin í peningum. En við sjáum núna að það fyrsta sem við erum byrjað að sjá bara aukning í þjónustu. Við sjáum það mjög skýrt þegar við fylgjumst mjög vel með því í þessum verkefnum hvernig hlutfallið að breytast eins og sakavotturinn sem nefndi áðan. Það mjög fljótt að fara frá örfáum prósentum stafrænt yfir í 80% stafrænt. Þannig að við erum að horfa svolítið á það. Þannig að við erum í rauninni, það sem ég svona fókusa kannski á núna að veita miklu betri þjónustu fyrir sama pening og fyrir sama starfsmannafjölda og það bara nóg verkefni þar. Takk fyrir kærlega.